Nú ætlum við að skoða hvernig við skráum niður stórar tölur. Hér sjáum við 3 tölur sem að líta svona frekar óhugnalega út við fyrstu sýn. En til þess að eiga möguleika á að skrifa þær niður þá þurfum við að brjóta þær niður. Það fyrsta sem við þurfum átt okkur á er hvað þær eru stórar. Og þá þurfum við að vita hvað milljón hefur marga tölustafi. Við skoðum fyrsta dæmið og í raun og veru byrjum alltaf að skoða stærstu eininguna því hún segir okkur hvað talan er stór. Og þá þurfum við einhverjar upplýsingar um það. Þær er að finna á blaðsíðu 4 í kennslubókinni sem heitir 8.10.3 sem að 9. bekkur er að nota. Og þar kemur fram að milljón er 10 í 7. veldi sem þýðir að það er 1 og svo 6 0 í milljón. Þannig að við vitum hér eru 2 milljónir, þá byrjum við bara á að skrifa 2. Svo er það svona ritvenja að það má gera punkt og svo koma 3 tölustafur, svo kemur aftur punktur og svo kemur komman þar fyrir aftan. Þannig við vitum, við höfum eftir að fylla inn í hérna, ég ætla að gera punkt hérna fyrir aftan bara svona til þess að auðkenna hvað ég eftir að fylla inn í. Ég eftir að setja 3 tölustafi hér og 3 tölustafi hér. 3 + 3 eru 6. Því þetta er 10 í 7. veldi, þar þýðir 6 tölustafir fyrir aftan en á fyrsta. Ef það staði 12 milljónir hérna, þá hefði verið 2 tölustafir og svo 6. Þessi 6 tölustafir fyrir aftan allt sem er milljón. Svo er það 200.000. 1000 eru 3 tölustafir það ekki, 3 0 í 1000. Þannig að það koma 200. Þar 2 og svo 2 0. Ég ætla að gera 2 hérna strax. Ég veit ekki alveg hvort að koma 0 hér. Fyrir aftan alveg strax. 200.000 og 19. Hvað er 19? Jú, 19 er bara hérna alveg aftast. Hvað á ég nú eftir, og ég er búinn að skrifa allt sem er í textanum, þá fylli ég bara inn með 0, passa að séu 3 tölustafir hér á milli, 3 tölustafir hérna á milli, þannig að án punktana 2, 2, 0, 0, 0, 1, 9. Lítur þetta svona út. Hvort ég skrifa þetta með punktum eða ekki, skiptir engu máli. Passaðu ykkur bara að setja ekki kommur, það er rangt. Þó svo að það sé rithátturinn í sumum löndum, þá er það ekki hérna hjá okkur. Í næsta dæmi er þetta 5.301.000. Hvað eru mörg 0 í biljónir? Þá förum við í töfluna, þau eru 12. Þá byrja ég að gera 5 og svo punkt. Og hvað eru mörg 3 stafa bil í 12 0? 3, það bara teljum við. 3, 6, 9 og 12. 5 biljónir, ég er búið með það. 301. 301, í hvaða bil kemur það? Jú, það er ekkert fyrir aftan, þá kemur það í síðasta bilið. 301, svo fylli ég inn með tölustöfum, set 3 tölustafi í hvert bil. Síðasta, 1.005.502. Þetta gæti verið miklu lengra og ég gæti þurft að fylla upp í öll bilin. En það er í raun og veru ekkert flóknar, það er bara meiri vinna. Maður er lengur að því. Trilljón er með 18 núlum. Þá þarf ég að gera 1, af því þetta er 1 trilljón. Og svo er þetta 6 bil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Séðu hvað það voru stórtala hjá mér. Síðan ger ég 5 miljardar. Hvar eru, af því ég er búinn með 1 trilljón. 5 miljardar. Hvað eru marg 0 í miljardur? Þá fyrir ég töfluna, þau eru 9. Þá veit ég að hér eru 3, 6, 9, 0. Talan á að koma hér. Og þetta eru 5 miljardar, þá set ég 5 hér. Þá er ég búið með þetta. 502. Kemur hér. Og ég fylli inn í með 0. Þetta er ekkert eina leiðin til þess að gera þetta. Hins vegar er þetta svona öruggasta leiðin til þess að gera ekki klöfvillur þegar maður gerir þetta.
en það er hægt að reyna að skrifa þetta svolítið meira jafnóðum, en til þess þarf maður að vera pínuti flinkur í þessu. En þá er þessu lokið.